Komið þið sæl og blessuð og velkomin í beina útsendingu á útdrætti hreindýraveiðileyfa fyrir árið 2022 og í þetta sinn er þessi strengt beint frá Akureyri. Þetta er með sama fyrirkomulag á þessu og fyrri ár og ég held að við bara vindum okkur beint í þetta. Kvótinn í ár er 1021 dýr og umsóknir sem bárust voru 3298 og þar af voru 3288 gildar, 10 ógildar þar sem umsækjendur voru ekki með béleyfi og í ár eru 52 á 5 skipta lista sem þýðir að ef að einhver á þeim fær ekki úthlutað mun hann færast fremst í biðröð. Nú eftir við munum hægt verður að sjá þetta streymi aftur verður sett á YouTube væntanlega á mánudaginn. Seinna í dag mun vera hægt að nálgast niðurstöður úr útdrættinum á þar sem veiðimenn geta farið inn á sitt svæði á veiðivefnum þar sem að er sótt og þar verður hægt að nálgast upplýsingar útdráttinn og eftir helgi verður fá veiðimenn settan tölvupóst. Ég held við bara vindum okkur í þetta og við ætlum að byrja á svæði 9 og færum okkur svo upp. Við reiknum með að þetta geti tekið svona það bil klukkutíma og kannski eftir cirka 40 mínútur verðum við komin á svæði 2 þannig að ef það er einhverjir sem vilja bregða sig frá þá vil ekki sitja við allan tíman, þá er það svona cirka sá tími sem við reiknum með þetta muni taka. En vindum okkur þá í kýr á svæði 9 í nóvember. Hér sjáum við slembitölur, öllum umsækjendum er úthlutað slembitala frá 1 og upp í 100.000 og það eru lægst þeir sem eru með lægstu slembitöluna færast fremst í röðina og svo koll á kolli og hér sjáum við veiðikortanúmerin, svo rúllast þetta sem í gegn. Fjöldi umsókna þessu svæði voru 61 en kvótinn voru 28 dýr. Hérna vorum við að sjá fyrstu menn á biðlista. Rauðu tölurnar hérna tákna þá sem eru á biðlista. Birtum svolítið mismunandi eftir svæðum hversu margir á biðlista, hvort við birtum það allt eða ekki, en annars eins og ég sagði áðan þá munum menn fá tölvupóst eftir helgi að geta nálgast þessar upplýsingar inn á sínu svæði á Umhverfisstofnunar. Þetta hafast. Jæja, þá færum við okkur yfir í kýr á
svæði 9. Fjöldi umsókna voru 17 á þessu svæði og kvóti upp á 10, þannig að þetta nú ekki langur listi. Hér sjáum við fyrstu menn á númer 11, fyrsti maður á biðlista á þessu svæði. Nú vil ég benda veiðimönnum líka á inn á vef Umhverfisstofnunar eru ýmsar gagnlegar upplýsingar varðandi hreindýraveiðar eins og sjálfsagt margir þekkja það sem eru yfirlit yfir veiðisvæði og listi yfir leiðsögumenn. Það er ein breyting frá fyrra ári. Í fyrra var síðasti greiðsludagur fyrir þá sem eru heppnir var 15. apríl en vegna páska færist það til 19. apríl í ár, þannig að við höfum kannski vekja athygli manna á því. Þá er komið að törfum á svæði 9. Fjöldi umsókna á þessu svæði voru 60 ár og kvótinn 30 dýr. Væntanlega einhverjir sem kætast núna við að sjá nafnið sitt poppa þarna upp. Og gleymdi að taka það fram áðan að á þessu svæði núna með tarfana þá er einn veiðimaður sem er inn á 5-skiptalista og með nóvemberkýrnar á sama svæði 9, þar var einn veiðimaður líka á 5-skiptalista, muni þeir færast fremst í biðröð. Og við viljum aftur minna á það að þetta verður hægt að sjá þetta á YouTube fyrir þá sem missa þessu núna. Jæja, þetta voru tarfar á svæði 9 og við færum okkur þá upp á svæði 8 og byrjum þar á nóvemberkúnum. Fjöldi umsókna á það svæði að skjóta kýr var 41 og kvóti eru 18. Þarna sjást fyrstu menn á biðlista, veiðimenn. Það er enginn sem fellur undir
fimmskiptaregluna á þessu svæði. Jæja, þá komið að dráttursvæði 8 og það eru 4, 1. ágúst til 20. september. Fjöldi umsókna voru 16 á þetta svæði og kvóti 10. Og þetta birtist nú bara hér í einni bunnu. Og það er sama á síðasta svæði, engin þarna sem fellur undir fimmskiptareglu. Þá er komið að Tröllum á svæði 8. Fjöldi umsókna voru 48, 30 tarfa. Hér sjáum við fyrstu 19 heppnu á þessu svæði. Og það er eins þarna, það er engin sem fellur undir fimmskiptaregluna þarna. Þetta voru tarfar á svæði 8 og við færum okkur frá á svæði 7 og byrjum á Kúm. Þar voru 110
dýr, skotið upp á 110 dýr, fjöldi umsókna var 254. Ef einhver var að koma að skjánu núna og hefur mist á einhverju, þá þetta nú bara þannig að við sjáum hérna röðun í táknum lengst til vinstri, dýrsvæði og slembitala sem úthlutað hverjum veiðimanni og ákvarðar í hvaða röð hann lendir, þar sem að lægsta slembitalan heitir rétt á fyrsta dýri, eða sem sagt svo sem það lægsta, hann fær fyrstu dýr. Nafn veiðimanns, þetta þá nafnlausu veiðimenn sem eru með tölu en skrifa ekki fullt nafn, og svo veiðikortanúmer. Nú hér í þessum reit, þar sem stendur biðröðnum, svo þegar það bara koma tölur þar, frá einum og uppur, þá það hvað menn eru á lista í biðröðinni. Varðandi 5-skiptaregluna, þá á svæði 7 engin veiðimaður sem fellur undir hana fyrir kýr þetta árið. Það komið svolítið tíma að rúlla á þessu svæði. Það eru mörg dýr í boði. Þess að maður fara yfir hverjir eru að fá dýr á þessu svæði, skiptist nú í biðlista. Núna sjáum við fyrstu menn á biðlista. Og eins og ég sagði áðan, þá enginn á 5-skiptareglunni þarna.
Jæja, nú kláraðist þetta. Nú færum við okkur yfir í tarfa á svæði 7. Nú þarna var fjöldi umsókna 183 um 70 tarfa og á þessu svæði eru 7 á 5 skipta lista. Það verður í tölvupóstinum sem verður sendur út eftir helgi, þá verður tekið fram hversu margir af þeim verða enn sem sagt, á þeim lista, þannig að það skýrist betur varðandi biðlistan og menn fá betri mynd af því eftir að búið er að fara yfir það. Við getum kannski minnt á það með tíðum að þeir sem ætla að skjóta hreindýr þurfa að þreyta skotpróf og það verður eins í ár eins og fyrri ár að það þarf að vera búið að því fyrir 1. júlí. Upplýsingar það hvernig það fer fram er að finna á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Nú ef það er fleiri en einn eftir á 5 skipta listanum og útdrætti loknum, þá raðast þið þannig fram fyrir biðröðina að sá sem ef einhver er annað árið á 5 skipta lista, þá fer hann fremst og svo raðast þeir eftir slembitölu og þá er sá fremstur sem er með lægstu slembitöluna. Og þeir sem eru á 5 skipta lista og fá ekki úthlutað fá í tölvupósti númer hvað þeir eru á 5 skipta listanum.
Þetta voru tarfar á svæði 7, við færum okkur upp á svæði 6 og byrjum á Búm. Fjöldi umsókna á þetta svæði voru 79 og kvótinn 40 dýr. Látum við þetta rúlla í gegn. Og kannski aftur fyrir það ef einhver var að koma að kveikja á streyminu núna, þá erum við að sjá hvernig þetta raðast niður, að sjáum hér núna á skjánum þá sem fengu úthlutað dýri og svo eftir ef við komum neðar hérna í 41 er þá sá sem er nummer 1 á biðlista. Það er enginn á svæði 6 þarna með kýr sem er á fellur undir 5-skiptaregluna. Þarna sést það fyrstu á biðlistanum. Þá eru kýrnar á svæði 6 búnar og þá færum við okkur yfir í tarfa á svæði 6 og þar eru 11 á 5-skiptalista. Þarna kvótinn þarna tarfa á 6 eru 60 dýr og fjöldi umsókna var 299. Þetta tekur svolítinn tíma að malla í gegn.
Það eru þannig svona klárastarfarnir á svæði 6 og eins og ég sagði áðan, það voru 11 þarna á 5 skipta lista. Þessi biðröð mun taka einhverjum breytingum en það voru birtar upplýsingar það. Ég hef spáði í upphafi að við myndum vera að tækja okkur cirka 40 mínútur að komast á svæði 2. Það virðist nú ekki vera alveg að ganga upp, þannig að það tekur nú eitthvað lengri tíma. Jæja, þetta voru tarfar á svæði 6, það voru kýr á svæði 5. Það er enginn sem fellur undir 5 skipta regluna þar. Þarna sjáum við lægsta senditalan 116 hérna. Þessum er þessi veginn á efstur í röðinni, það er fyrsta dýr. Svo kolli 103 umsóknir um 60 dýr. Styttist í fyrstu menn á biðlista. Þarna sjáum við fyrsta í biðröð eftir svæði 5. Nú, eins og ég sagði áðan að þeir sem hafa heppnina með sér og fá dýr í ár, þeir munu fá sent inn í greiðslukröfu í kröfu í heimabanka og í ár þarf að greiða fyrir 19. apríl, ekki 15. eins og fyrir skjágætt að hafa það í huga. 19. apríl er sem sagt síðasti greiðsludagur.
19. apríl er sem sagt þriðjudagur, fyrsti virkidagur eftir páska, eins og við höfum þetta nákvæmt. Þarna, við erum enn á svæði 5 en ætlum að færa okkur núna yfir í Karvana og þar eru, á því svæði eru 2 sem eru á fimmskiptalistanum. Þetta verður hér að rúlla. Fjöldi umsókna var 122 á þetta svæði og kvóti eru 45 dýr. Þarna er Berufan að birtast, fyrstu 4 eru Beruf. Svo ég segi það eru 2 þarna á fimmskiptalista. Þetta voru tarfar á svæði 5, það er nokkuð á svæði 4, förum við dýr á því svæði. Þarna er enginn á fimmskiptalista, fjöldi umsókna voru 87 og kvóti 42 dýr.
Það voru kýr á svæði 4 og við færum okkur þá yfir í Karvana. Og það er að sama með Karvana og 4 eins og kíknar að það er enginn sem er á 5-skiptareglunni þarna, en fjöldi umsókna á svæðið voru 46 og kvótinn aðeins 15 dýr. 15 tarfar í boði. Við sjáum þarna á hefnu og hér bara birtast fyrstu umsækjendur á biðlista. Þá erum við búin að fara í gegnum tarfa á svæði 4 og færum okkur upp á svæði 3. Það eru kýr á svæði 3 og þar voru fjöldi umsókna 69 og kvótinn 48 kýr. Það er enginn á 5-skiptalista á þessu svæði með sóttum bú. Við erum að sjá fyrstu umsækjendur á biðlista hérna til hægri með rauðu letri. Þessi var búin að birtast þar fyrir ofan voru fengu úthlutað. Það skýrir sem mestu sjálft, en ef einhver var að kveikja núna þá erum við á svæði 3. Þetta eru umsóknir kýr, fjöldi umsókna 69, kvótinn 48. Hér eru slembitölurnar sem menn fá úthlutað. Þú lægsta gefur, sá sem fær lægstu tölun er efstur og fær fyrst úthlutað. En hérna er rauðin. Og við erum ennþá á svæði 3 en nú ætlum við að færa okkur yfir í
tarfana. Umsóknir tarfa á svæði 3 voru 120 og 45 tarfar í boði. Það eru 5 þarna sem eru á 5 skipta reglum á þessu svæði. Það fyrir að sjá fyrstu umsækjendur í biðröð, höfnum með rauðu. Það eru tarfar á 3 búnir, við útluta þar og þá færum við okkur á svæði 2 og byrjum á Kún. Fjöldi umsókna voru 284 100 kýr og þarna eru 2 á 5 skipta reglunni á þessu svæði.
Ég sagði áðan þá er kvóti á þessu svæði 100 dýr, þannig að nú förum við að sjá fyrstu umsækjendur á biðlista fljótlega. Svo tekur þetta nú svolítinn tíma í kerfinu að klárast þegar þeim er lengra sem eru fleiri dýr og umsækjendur, þannig að tekur smá stund fyrir okkur að fara í gegnum þessi 2 síðustu svæði. Það sjáum við fyrstu á biðlista. Tölvukerfið að klára að vinna úr þessu svo við getum fært okkur yfir í Tarfa á svæði 2.
þetta voru kýr á svæði 2. Við færum okkur yfir í Tarfa á sama svæði. Þarna eru 12 sem falla undir 5-skiptaregluna. Sóttu Tarf á svæði 2 og við látum þetta rúlla í gegn. Fjöldi umsókna var 324 70 Tarfa. Það er eins með þetta mun taka svolítinn tíma að rúlla í gegn. Þarna sjáum við fyrstu umsækjendur á biðlista Tarf á svæði 2. Ég sagði áðan að fjöldi umsókna 324 70 dýr og 12 á 5-skiptareglunni. Þarna birtast fyrstu 27 á biðlistanum, eins og ég sagði áðan, þá mun eftir helgi allir fá tölvupóst sem kemur fram hvar þeir eru í biðröð.
Ef einhver er að velta fyrir sig þá er þetta nú ekki brosið, þetta er bara að klára að vinna tölvukerfið þannig að við getum farið að færa okkur yfir í svæði 1. Þetta lítur að fara að hafast. Þá er það komið, þá er það kýr á svæði 1. Þar er enginn á fimmskiptareglunni. Og fjöldi umsókna kýr á 1 var 250 og kvótinn er 80 dýr. Þetta er allir konum með þetta hreint, en við sjáum hérna röðununa lengst til vinstri og kyn slembitölurna sem mannum er úthlutað. Og loks nafni og veiðikortanúmer. Því að styttast í annan endan hjá okkur, það er bara þá eftir tarfarnir, þegar þessu líkur þá er eftir tarfar á svæði 1. Þar með líkur útdrætti ársins. Þarna birtast fyrstu umsækjendur á biðlista, svo er biðröðin þarna til hægri með rauðu letri. Ég sagði áðan að þessu svæði enginn á fimmskiptareglunni. Mun ekki birtast fleiri í biðröð þessu svæði. Það er bara tölvukerfið aðeins að vinna. Sem ég sagði áðan, mun náttúrulega allir fá að senda tölvupóst eftir helgi með upplýsingum hvernig þetta fór og hvar þeir eru í biðröð.
Jæja, það var að loka hnykkurinn aðeins eftir að draga úr Tarfa á svæði 1. Á því svæði eru 11 á fimmskiptareglunni. Með birtist það, fjöldi umsókna voru 825 110 dýr. Sjáðu eitthvað rúlla niður í róleitunum. Ennþá tæplega helmingurinn eftir. Skyldurstíga fyrst á biðlista. Þarna voru 11 umsækjendur á fimmskiptareglunni. Þetta er biðröðin að koma í ljós.
Jæja, umsækjendur, ég vil byrja á því að óska þeim til hamingju sem fengu dýr og einnig minna á það að ekki útilokað að fá úthlutað lendi maður á biðlista. Förum að slíta útsendingunni fljótlega meðan tölvukerfi klára að vinna úr gögnunum. Seinna í dag ættum við að geta nálgast upplýsingar umdráttinn á ykkar svæði þar sem við sóttum dýr og í næstu viku verður sendur úr tölvupóstur þar sem kemur fram meðal annars hvað þau eru í biðröð og fyrir þá sem eru á fimmskiptareglunni hvernig það stendur. Krafa verður væntanlega send í heimabanka miðjan mánuð sem ég reikna með og hún kemur væntanlega frá ríkissjóðsinnheimtu og greiðslufrestur í ári til 19. apríl. En ég held ég láti þetta bara gott heita í bili til og með 19. apríl. Ég skal taka það fram. En ég held að við segjum þessu bara lokið hér og aftur óska ykkur til hamingju sem fengu og takk fyrir áhorfið.